Jæja, Gunni. Tilbúið takeovers. Til í þetta? Ég er að sko. Ég er með nokkra góða spurningar fyrir þig og okay. Við erum með svona ágætt viðhámsefni held ég fyrir þáttinn í dag, sko. Já, ég er með listar á þetta, sko. Það ekki? Má ekki bjóða upp á teið það? Jú, mátt bjóða mér upp á teið, sko. Það ekki? Jú. Sjá hvernig Helgi gerir þetta, sko. Þarna, já. Svona. Næsir í maður. Jú, næsir í að strákunum, sko. Svo bastlið maður. Já, ég er með nokkra, sko, hvort myndirðu frekar spurningar sem að Öddi Blöð er bara aldrei búin að svara hjá mér, svo það er aldrei búin að koma í þáttinn, sko. Já, þú nefnir því líka það? Ég þarf eiginlega að hendi svo út í kosmósinn, sko. Já, þetta er illa vegi á okkur þetta, sko. Já, ég myndi definitíð segja það, sko. Já. Viltu þú byrja það? Já, ég skal byrja þetta. Við þurfum náttúrulega að byrja að minna á styrktaraðila þáttsins sem eru Laugar Spa Organic Skincare og Huppuís, tebóðsreyðurinn. Já, Reppin, gamla góði, sko. Já. Við náttúrulega fengum að taka þátt í testunum líka. Já, við náttúrulega smökkum þetta til. Smökkum ykkur 7 ísa. Já. Komumst það bara niðurstu, þetta var besti ísinn. Já. Ekki bara demba eitthvað beint í þetta? Það held ég. Vil þú byrja? Ég byrja? Byrja þú. Ég skal byrja. Já. Þetta var erfiðar spurningar, sko. Já, ég er stressaður, sko. Þetta byrja svona, þetta er svona upp og niður hérna, sko. Hvort myndirðu frekar vilja vakna sem ný random manneskja á hverju ári og hafa fulla stjórn á henni út allt árið, en þú ert alltaf ný manneskja á hverju ári, eða vakna einu sinni í viku í líkamann hjá einhverjum random og þú er enga stjórn á því sem þau gera. Þannig ég bara vakna hverju ári, bara ný manneskja og svo eftir ár rístast aftur. Já, og lifir í rauninni bara árslífi alltaf. Eða hafa þitt eigið líf en einu sinni í viku og vaknar í random líkama og þú er enga stjórn á því hvað hann gerir. Bara í 1 dag eða eitthvað? Já, alltaf 1 dagur. Var ég ekki einhver skandal eða? Þú veist ekki hvað þú átt að gera. Já, ég gæti bara... Þú veist með enga stjórn á gæna sem þú veist 1 viku. Gæti raðmór gælt einu bara 1 dag. Já. Gæti líka verið bara 50 cent í 1 dag, sko. Já, ég geti heppinn, sko. Ég held ég tæki ári, sko. Ég líka, sko. Það hefur verið stjórn, sko. Já, ég segi það, sko. Þú veist ekki hvernig að lendi í hinum einn, sko. Þú líti alltaf eins út, eða ekki? Nei. Já, alltaf bara random. Þú vaknar bara, getur orðið bara hver sem er. Jú, ok, ég tæki árið. Já, ég held það líka. Byrja sló, sko. Já. Tilbúin næstu, sko. Ég held það, sko. Ég er alveg... Við vantar smá te fyrst, sko. Já, ég meina fyrir þig með hún að drakka teið. Sem ég bara spurði að auðvitað svona 4 sinnum, aldrei bara svara. Hvort myndirðu? 350 skall í vasan hverja mánuði eða mátt borða svona vilt alltaf. Þú mátt velja bara eina típu af svona bodyskilur sem ert bara alltaf hannig en þú veist, þú fittar aldrei mátt borða bara svona vilt. Getur bara fengið með hamburger hverja minnst þegar bara búllan fýtt út árið. Eða 350 skall í vasan óna öll launin. Ég tek fríamat allan. Ekki 350 skall? Nei, ég myndi eða 350 skall á mánuði í mat bara held ég. Já, svoleiðis. Nei, kannski ekki alveg. En samt, ég tek frían mat, sko. Já. En ég þarf að halda mér 1 mat. Nei, sko, þú fær ekki mat í frían, sko. Þú mátt bara, þú veist, þú ert bara, eins body, skilju. Já, ég fæ að ráða hvernig líka mig með það. Já. Eða 350 skall á mánuði. Já, og ná launin, skilju. Já. Þetta er flækið, sko. Ég tek í matinn. Já, það? Já, og velja líkamann. Já, why not maður. Já, ok. Þarf ekki ræktina neitt, sko? Nei, nákvæmlega. Já. Ok. Gerir ég það bara til gammans, eins og ég geri? Já, ég segi það. Ég skal taka næstu. Ok. Hvort myndirðu frekar vilja allar peysur sem þú átt myndu klæja eða þú getur bara alltaf notað eina rifu á klósettpappír? Ok, reyndar ég sko huge fan að fara beint í sturtu eftir. Já, ok. Þannig ég svona... Svo þú tekur bara klósettpappírinn? Já, 100% sko. En þú ert bara að flugvelli bara, leiðin í flug eða bara, þú veist, eða þú ert bara restaurant, fínu deiti með byrtu? Já, það held ég bara í mér, sko. Það heldur bara í þér? Já, ég vanið því, sko. En þú ert alveg, þú þarfst bara að fara? Alveg neyðar? Já. Já, ég tek samt hitt, sko. Ég tek einn svona Nei, ég dæmi ekki. Ég tek ekki klæðandi peysun held ég, sko. Já. Bara alltaf klæði eitthvað, þú veist? Já, ég held það, sko. Já, ok. Fair. Ég nenni ekki alltaf í styrstu beint eftir það, sko. Eins og þú, sko. Nei, skilji. Já, veist, maður veit aldrei, sko. Já. Herru. Já, hvað er með? Ok, hvort myndirðu? Nei, ekki hvort myndirðu. Þú mætti velja eina manneski í heiminum. Já. Bara einhver. Já. Sem mætti verið í viku. Hvern myndirðu velja? Eða hvaða myndirðu velja? Ég myndi velja eina manneski. Fæ ég, þú veist, allt sem þeir eru búin að knowledgea? Já, bara þú ert bara svo manneska í viku. Þú getur bara gert það sem þú vilt. Ég veit það ekki, sko. Maður sjá.
Það er spurning. Vill ég vera einhver rappari? Vill ég vera Eminem? Vill ég vera Bill Gates? Jeff Bezos kannski? Ég tæki Bill Gates. Þú getur bara gert það sem þú vilt. Bill Gates? Já, þú veist, það breytir ekki máli, það getur bara gert það sem þú vilt. Þannig, þú veist, hann alveg gamall, sko. Já, en þú veist, ég myndi bara downloada öllum fælunum hans inn töluna mína, henda þeim í töluna mína, taka allar þessar hugmyndir, bara skoplaði með eitt stað. Já. Það eru góður, sko. Bara basically að svona gera svona gott líf, til að búa með þetta. Já. Já, ok. Það er ekki það? Já, það var jú. Jú, minnst það, sko. Minnst það. Næsta sem ég er með svolítið grillið, sko. Hvort myndirðu frekar vilja vera með ætt spagettihár sem vex á hverju kvöldi, kemur út við spagettihár sem getur borðað það, eða svitna sírópi. Alltaf frekar stikki, sant, sko. Frekar stikki alltaf, sko. Þetta er vond spurning, sko. Já, en spagettihár lítur ekkert sérlega vel út heldur, sko. Getur húi. Já, getur húi. Getur líka bara étað á mótnana. Tekur bara spagetti morgumat. Getur basically verið bara, sköldur, skilju, bara borðið upp. Já. Já, ég heldur að taka spagettið, sko. Spagettihárið? Ég get ekki tekið stikkið á mig, sko. Nei, það er þreytt, sko. Nei, takk. Það er bara ekki hægt, sko. Það er ekki hægt. Nei. Ég er með 9, sko. Hvað er þú með margar? Ég er þetta bara með, sko, ég með 3. Já, það skal ég tek næstu. Hvort myndirðu frekar þurfa að gefa öllum high five sem þú hittir, eða þurfa að bróka alla sem þú hittir sem eru í grænni peysu, bóli eða skyrtu? Þetta er alltaf high five, sant? Þetta er high five-in? Alla sem þú hittir? Já. Þolir ekki? Ég er bara orðið þann S.A.G. skilur, sem gefið high five. Já, þú ert hvort sem er að þessu? Já. Gerir þetta alltaf, skilur, og bara fólk veit það, sko. Þessi er létt og góð, sko. Þessi er létt og góð. Það er þreytt að fara að bróka einhvern, sko. Næsta er meira trikki, sko. Hvort myndirðu frekar vilja ferðast fram eða aftur í tíman, þú ræðir ekki hvor, 20 ár, í hvert einasta skipti sem þú prumpar, eða teleporta á nýjan stað í heiminum, land, ekki vatni, alltaf á landi, í hvert eina skipt sem hún herrar. Svo veist annarkvort, hvert eina skipt sem hún prumpar, þá ertu að fara fram eða aftur í tíman, þú veist aldrei hversu langt. Eða þú herrar, þá lendur þú bara eitthvað annars þar í heiminum. Já, þessi verða vel að það, eða ekki? Ég veit það ekki. Þetta er mér að spennandi. Já, en þú veist, búin að búa til lífskilur og svo bara allt inn í búm, 20 ára aftur. Já, en þú veist, kannski þetta bara, ég veit ekki, kannski þetta bara eftir 2 vikur bara við fæðingu barnsins og svo bara Afríka, það er bara mættur. Það var þessi verra allt inn að fara 20 ára tilbaka, sko. Það var hræðilegt. Það var mjög núra. Já, þú getur lent bara, þú veist, þú getur lent Bali, skilur. Já, tekur bara flug heim. Já. Komið marga flugpunkt og svona í lokin. Já, það er bara geggja. Já. Tókum þína? Já, bara einn svona löflegt, skilur. Páskan og svona. Þú maður ákveða páska, ekki? Ég keypti sko smartdýr og þristækið. Tók smartdýr í fyrra, já. Já, ok. Keypti bæði það sem að sunnaveldi. Já. Ok. Ég er með aðra líka. Já. Það er svolítið flókin, sko. Var þetta að hlusta? Já. Það er að hlusta? Já, þetta er svona, þú veist, og ná þessu, sko. Hvort myndirðu ferðast frítt, borða frítt og drekka frítt, eða máttu velja bara hvaða bílategund sem þú vilt, bara ekki keyrt, þú veist, og Mercedes, þá getur þú bara keyrt hvaða bíl sem skilur, og þarf ekki að borga afborgun á húsinu þínu. Bæði bara? Já, þú fær bílinn og húsið, skilur. Svo þetta er annarkvort borða frítt, drekka frítt og ferðast frítt. Og ferðast frítt. Eða bara, þú veist, velja hvaða bíl. Ferðast er nefnilega gott kombo. Svo er hitt meira svona, það er meira security í því. Ekki bíladæmi, meira svona húsnæðisdæmi, sko. Já. Þetta er svona, þú veist, alltaf að vera alltaf heima, skilur, þú veist. Já, getur ekki bara, þetta er sikkert lífið, sko. Já, þetta er nefnilega, sko. Hvað myndir þú gera? Sko, ég spurði Birta þessum daginn, sko. Já. Hún valdi ferðast frítt, borða frítt og drekka frítt. Já, ég tók hitt, sko. Þú veist, það væri meira svona, þú veist, hvaða bíl sem er og hvað það er, hús og bara áborganir, skilur, það er ekki að borga þér. Já. Þú veist að þú ert ekkert, ætlar að vera alltaf bara að ferðast einn, eða? Nei, það er það líka, sko. Ég held ég taki hvaða bíl sem er og áborganir og svo myndi ég bara svo bara ferði í frískilur bara þegar þú vilt, sko. True. Það er meira verðmæti í því, sko. Já, þetta er meira svona stable líf líka, sko. Já, allan daginn. Svo er það, sko. Já, svo er það góð, sko. Þetta tingar, sko. Herru, ég er með nummer 6. Hvort myndirðu frekar, ég veit ekki hvort ég er að segja þetta, sko.
Hvort myndirðu frekar þurfa að prumpa hátt í hvert eina skipti sem þú átt alvarlegt samtal við einhvern eða alltaf þurfa að ropa eftir hvern einasta koss? Hvern einasta koss? Já. Þegar alvarlegt samtal verður að prumpa. Nýbúin að kissa kæra verður að ropa. Já, sko ég held í dag búin að vera byrtið næstu 7 ár sko. Já. Stilin sé alveg þannig sé sama sko. Skilur. Ítla veið sem þannig sko. Það er fullt til minn sko. Já, ég segi skilur, ég verð svo vandraður í svona situation sko. Já. Ég held ég taki frekar bara að ég myndi ropa til kossin. Já, þú veist. Ég taki það heldur líka. Það ekki? Jú. Ropa 2 í viku skilur. Ég myndi hætta bara pulsu með steiktum og já, ég held sér átá sko. 100% sko. Það held ég sko. Númer 7. Já, hvað það? Sko, hvort myndirðu frekar, ég skrifaði þetta vitlaust og ég las þetta vitlaust. Hvort myndirðu frekar vilja vera 2 sinnum sterkari þú ert með báða puttan í eyrunum? Já. Það er ekki eðlilega spesant. Ég veit það, þú getur ekki gert sko. Það er ekki mikið. Þú veist, það er ekki nota hendina að þú skilur til að... Þú getur sparkað farulega fast og ég, þú veist, I don't know sko. Hvort myndirðu frekar vilja 2 sinnum sterkari þú ert með báða puttan í eyrunum eða geta skriðið 2 sinnum hraðar en þú getur hlaupið? Já, alltaf skríða. Það hljóma spennandi sko. Það er svona Spiderman shit. Já, þú veist. Hvað ertu bara á, þú veist, 70 eða eitthvað? Já, bara ángurins. Ertu að hlaupa 35 eða? 7, nei, örugglega ekki. Þú veist, það cirka. Ég myndi held taka, þú veist, út í þetta hérna lamaði sem ekki sko. Þú var svolítið skrítinn sko, hana. Já. Það ekki, já. Þú getur ekki nota hendina skilur, þú veist, það er bara eitthvað. Það er samt alveg Kia verið með sterka fætur sko. Já, algjörlega sko, algjörlega. Ég taki skríða sko. Já, ég held að ég er sammálaður sko. Það ekki? Jú. Já. Við fyrir með skríða. Já. Við skríðum saman. Fyrir með eitthvað. Já, fínt sko. Herðu, næsta. Já. Hvort myndirðu frekar vilja allt sem þú teiknar verða veruleika? Þú teiknaðir bíl, whatever. Verður allt, þú veist, verður allt alvöru. Já, bara ég með teikna bara 12 og fæ 12. En þú verður eilífur lélegur að teikna. Eða... Verður lélegur að teikna? Þú verður alltaf lélegur, bara körsaður. Þú verður alltaf lélegur að teikna. Þú getur teiknaðir hús. Já, en húsi væri ekki að skrítið. Já, það er ekki að crooked, sko. Já, ok, wow. Þess ég ætla hræðilega að teikna í dag, sko, þannig ég er svona... Já, það verður bara jafn lélegur eða lélegri, sko. Fyrir því hversu lélegur erst, kannski. Já, þessi er mjög lélegur, sko. Já, kannski bara jafn lélegur. Já, ok. Eða geta flogið jafn hratt og þú getur labbað. Það er svo lúðalegt eitthvað. Þú er bara eitthvað... Þú er bara svörfum. Já, en hvað er það að gera við þetta? Ég það bara, þú getur örgulega farið eins hátt og vilt, sant, sko. Já, en þá er þetta, sko, þá er þetta að vera eitthvað tilraunadýr, sko. Já. Það skilur það, þú lær ekkert að fara í burtu, sko. Nei, nefnilega ekki, sko. Þú veist. Var eitthvað sér 7 ára fljúiður? Já, þetta er ekkert, bara ískallt uppi, skilur. Þú græðir ekki mikið. Nei. Kanski ég myndi taka teikna, það væri allt bara frekar ljótt, skilur. Já, ég held að þetta kæmaður, sko. Já, þú veist. Þú verður ekki betri, sant, sko. Já, ég get ekki orðið betri. Þú getur ekki orðið betri að teikna. Já, ok. Þú er alltaf lélegur að teikna. Ég tek teikna, sko. Jú, ég tek það líka. Já. 100%. Ég með nýðbútina. Já, hvað með það? Hvort myndirðu frekar þurfa að æla stjórnlaust í eina heila mínútu í hvert einast skipti sem þú heyrir afmælisönginn. Ok. Eða fá hausverk út daginn í hvert einast skipti sem þú sérð fugl, þó það sé myndið að vídeo. Það sér fugl, símanuðinum, úti, keira, fyrir hausverk, út allan daginn. Allan daginn? Út allan daginn, hann vil fara að sofa. Og hitt er að æla óstjórnlaust í eina mínútu hvert eina skipti sem þú heyrir afmælisönginn. Já, ég verð að taka það. Er það ekki? Tekur það? Það er náttúrulega ömurlegt að æla, sko. Þú veist, í ammæli bara... Já, þú veist, bara myndi koma að setja bara á restaurant. Já, kemur að setja bara... Það er bara að vera að syngja fyrir næsta borð, þá ertu... Er þetta bara át og bara strax, já? Hérna. Það er eina skipti sem heyrir afmælisönginn. Nei, það bara byrjar. Já, ég meina, ef þú veist að því samt, þá ertu alltaf með póki í vasanum eða eitthvað. Já, jú, ég heldur að taka það, sko. En skæti verið bara með, bara parataps eða eitthvað og bara... Með hausverkinu? Já. Nei, hvað? Nei. Það var út daginn. Nei. Já, ok. Jú, ég tek hitt, sko. Tekur afmælisönginn? Ég tek, já. Ég tek örugglega hausverkinn, sko. Eða það? Já. Skar ömurlegt að vera bara allan daginn bara með höfuð. Heil mínúta bara, sem að, ég bara tala teiknimynda, það bara flæðir upp á þér þetta, sko. Já, þetta er 1 mínúta. Já. Veistu, hvert með afmælisönginn oft þessu ári? Bara ekki nóg oft, sko. Nei, alls ekki. Já, þú veist. Já. Þessi ára, það er massa, sko. Þetta með eitthvað gott, eða? Já, við getum alltaf farið út í, sko, bara sömu umræðefnin og stelpunar, vístu við erum minna. Já. Og við erum með svona fáa spurningar.
Við erum alltaf bara stelpuna báða vikar heima og við okkur taka smá takeover. Við getum farið út í bara að kalla skandalina, skilur. Bara út í allt þetta beef og þú veist, bara whatever, sko. Já, bara... Allt á með því, sko. Svo getum við náttúrulega líka farið að exploita stelpunar. Það er svo leiðis. Bless. Það er bara svo leiðis. Gaman sjá okkur. Já, bara takk fyrir ekkert, sko. Hvað var þetta? Afsakið þetta. Já, þetta var nú augljóslega... Þetta var eitthvað sem átti ekki að planast hérna, sko. Nei, en kannski svona smá í takt við hvað dagur í dag. Já, 1. apríl. 1. apríl. Héldu þið að við værum að fara að leyfa ykkur. Hlusta þessa 2 í tæpa klukkutíma. Við erum að leyfa ykkur að upplifa hvað við þurfum að hlusta á allan daginn. Nákvæmlega. Smá aprílgabba strákandi sem við tilbúið í dag. Já. En hérna... En það fengur kannski aðeins meira en þið áttu að fá, sko. Gunni eitthvað að lýsa hvernig hann skeinir sér. Hvað gerast þetta? Núna veit allir að hann fyrir styrta við alltið. Og líka bara eitthvað svona Bensi spyrja, þú veist, myndur þau rópa eftir hvað kost? Já, bara 7 ár saman, það skiptir ekki máli líka. Bara já, thanks guys. Takk að kella fyrir. Já. Oh my god. En já, stóðu sér vel. Svona, eins og vel að hægt Já, ekki bara. Jú, það. Getum sagt það. En það er náttúrulega 1. apríl í dag. Já. 1. apríl. 1. apríl, sko. Styrlað. Hefur verið tricked á 1. apríl? Nei, ég held ekki, sko. Hefur þú? Nei, sko, eina 1. aprílgafi sem ég man eftir sem ég var tricked var því ég var svona 6 ára. Já. Og bjó ég í Kópavoginum í svona fjölbýli. Ok. Og voru svalir. Já. Og stjúpabbi minn vekur mig bara Sunna, það er belja á svölunum og ég bara hleypa fram og bara, oh my god, ég var að sjá svo belja á svölunum. Það er eina skil sem ég falli fyrir ykkur á 1. apríl. Já, það er mjög gott. Já. En það er víst eitthvað svona, ég googlaði apríl, gap og stendur hérna bara á Wikipedia, skilur, eitthvað aprílgap eða aprílnarr er lygi sem er sett fram sem sannleikur í tilefni af 1. apríl og gert til að láta fólk hlaupa. Já, ok, það virkaði alltaf þá, en til að hlaupa. Nei, þú veist, það konsepti ávist að vera að þú átt að ná einni mannesku á annan stað. Eða þú veist, allan að láta hún hreyfa sig. Já. En ég held að það sé alveg sér íslenskt. Já. Af því að þú veist, þegar ég var að googla April's Fool's Day og þannig, þá var aldrei eitthvað svona konsepti að þú þyrftir að láta manneskuna fara einhverja veglynd. Já, nákvæmlega. En ég veit ekki, þú veist, af hverju það er íslenskt og eitthvað annað ekki, skilur. Það megum við vera með okkar einn hefðir. 100%. Það stendur að hugtaki apríl hlaup er einmitt skilgreint þannig að það sé að gabba eitthvað til að fara erindisleysu á 1. degi aprílmánaðar. What? Það er alveg mission. Já, það er alveg mission, sko. Þannig að þú veist, þú átt að reyna að láta fólk fara. Þú veist, ég oft sé, það er alltaf fyrirtæki í Íslandi sem gerir það, þú veist. Getur bara frítt að námbarnum. Eða þú veist, eitthvað þannig. Gróft. Já, það var... Ég myndi aldrei versla það fyrirtæki eftir ég myndi mæta bara alltaf að fá með nammi, sko. En það fyrirtæki gera þetta, sko. Bara 100%. En hérna... Það er bara svona pirrandi aprílgap. Já, en það er víst aprílgap. En þess að fyndi að heitir í okkur bara 1. apríl. Já. Ekki April's Fools. April Fools. Það meikar meira sens. Já. 1. apríl. 1. apríl, þetta er bara dagsinning, skilur. Þetta er bara dagsinning, já. Svo fyndi. April Fools Day. Þetta er óslega spes, sko. Hefur þú platað eitthvað? Já, en aldrei eitthvað merkilegt, sko. Nei, ég man ógeðslega eftir þessu, ég var í grunnskóla og mér fannst eitthvað ógeðslega fyndið að því að fara á bókasafni og opna dokkskjal, skrifa bréf, prenta út, setja umslag og koma síðan heim úr skólanum og eitthvað, mamma er bréf frá skólanum. Og ég skrifaði eitthvað svona, ég man ógeðslega eftir þessu, þú veist, ég man ekki hvað ég skrifa, en það var eitthvað svona, þú veist, að ég hefði verið rekin úr tíma. Já. Og væri, þú veist, að þyrfti að vera frá skólanum í viku eða eitthvað. Og augljóslega var þetta ógeðslega illa skrifað. Mamma samt bara tjúllast. Hún bara tjúllast út í mig. Ég man að var eitthvað gestur í heimsókn, ég eitthvað labba inn, eitthvað svona, hendis og borðið, eitthvað svona, eldursborðið, eitthvað svona, já, það er eitthvað bréf frá skólanum. Hún já, ok, eitthvað opnar það, svo heyri ég bara, Birta Leif, vera hérna. Oh my god. Og hún bara tjúllast og ég bara, það fyrst apríl. En ég veit ekkert hvað ég skrifa, en það hlýtur að vera frekar vel skrifa. Já, ég var til að sjá þetta bréf. Já, ég líka. Það var eitthvað fokk henni, en ég er mikið búin að hugsa hvort ég ætti að plata Gunnar, skilur. Já. Þegar við erum á svo ótrúlega, þú veist, ég get svo auðveldlega að láta hann hlaupa.
Með að við erum búin að missa vatni. Já. Við erum á baði, bara þess að ég þarf alltaf að pissa nætna núna. Það bara fylgir þessu. Og standin á baði og við erum bara, hvernig miðanótt? Láta hann fara með allar á spítala, mér það fokki fyndið. Við rættum þetta einhvern tíma daginn. Já. Ég var bara að láta hann fara með allar leið, takka öllu, svo bara komum við út á spítala bara, vístu það, apríl. Hann myndi ekki tala. Hann myndi bara skilja eftir það. Já, hann myndi bara alveg sko. En ég get basically gert það samt við, þú veist, hvað sem er, að þú veist, ég geti hringt í mömmu eða pappa, að vera bara, getur þú komið upp á deild eitthvað, mér vantar, þú veist, ég veit ekki, þetta. Já. Og þóst vera þar. En ég samt að það er bara ofljótt. Þetta er ofljótt, sko. Já. Er það ekki? Jú. En nei, mér finnst það geggja með Gunnar, sko. Já, þetta var að fyndi við Gunnar, en þá er bara svona eins og að gera úlfur, skilur við. Já. Næst þegar ég bara, ég er að deyja, þá er hann bara, you're right. Já, þá er samt ekki 1. apríl. That's true. Það er bara þessi eini dagur og svo kannski ertu actually að meina þetta. Ertu bara Af stað í dag og bara, þú bara, þetta er ekki djók, sko. Gunni bara, einmitt að 1. apríl, sko. Eða bara hringi mömmu bara, ég kom på deild, hún áttur bara, nei. Oh my god. Shit, það er svo Greiða allir sem ég ammali í dag. Já, það er nefnilega máli, sko. Bara, you were born a joke, sko. Einmitt. Sorry. Aron sagði mitt um eitthvað að þú eignast barnið 1. apríl og mæti ég aldrei ammali hennar. Nei. Vá, takk. Ég myndi ekki mæta hann. Ég verður bara, You're right. Djóka, mitt. Jokes. Ég tekkaði samt svona, hvað stjörnur hafa verið að gera aprílgab. Já. Og, ég fann ekki þannig sem mikið, sko. Mér langaði að finna svona lista af, þú veist, mér langaði að finna það sem stjörnur hafi gert við makan sinn, eða eitthvað þannig, en það var bara, það er eiginlega bara ekki hægt að finna. Nei. En, þú veist, það potið þetta að finna það í einhverjum svona sér viðtölum og þannig. Já. En það sem ég fann var meira bara svona hvað stjörnur voru að gera á samfélagsmiðlum Já. til þess að plata Alla, já. Já. Það er svo auðvelt. Það er mjög auðvelt, sko. Já, en það er vist ekki gera. tekið sem aprílgab á Íslandi. Ó, ég myndi taka þessu. Já, ég vissi ekki fyrir núna að þessi regla væri ekki. Gildandi. Nei, aldrei heyrt um þetta. Nei, það er vist. Ég hef oft bara eitthvað ringt í fólk bara á 1. apríl og er bara að bulla. Já. Ég svo ekki. Versta sem ég hef gert það var ömurlegt af mér. Hvað gerir? Hringdi í Krillu bara, oh my god, Kristín, ég keyrði á kött og eitthvað. Já, og hún var bara frík út í og bara, ég á ekki pening til að fara með hann að spíla. Hún lagði inn á mig pening. Nei. Jú, þetta var ræðilegt. Svo var ég bara, guð, sorry, ég var bara að tjóka, sko. Og þú varstu bara heima og dættir allt í hennu að hringja? Nei, ég hringdi bara í hann, svo var ég bara, hvað, það bara gerðist bara, þetta var ekkert planað, skilur. Já, þú varst að þykist vera að keyra og verður bara, þetta gerist núna. Oh my god. Ömurlegt djók, sko, ekki gera það. Nei. En hún var allavega, hún vildi mjög mikið bjarga þessum ketti, sko. Lagði nú í pening. Þetta var, ég gerði það þegar ég var í fyrsta bekki MS eða eitthvað. Oh my god. Hrikalegt djók, sko. Ég myndi örugglega bara fara að gráta ef einhver myndi segja þetta um mig. Já, guð. En það má samt alveg, það má alveg gabba smá í dag. Já, allan daginn. Allt er saklaust, þannig sé. Svo lengi sem er eitthvað alvarlegt, sko. Já, einmitt. Og þetta sé alltaf djók. Já, þetta þarf að vera djók. Bara, Gunni, ég er hættu með þér. Já, það er ljótt djók til dæmis. Það er ljótt djók. Það er svona nokkur hluti sem eru ekki fyndnir. Það er lína, sko. Það er lína, sko. Það er lína. 100%. Já, og þú er líka pælti að taka þann djók. Ef ykkur ætlar að taka þann djók og mannskjör er bara, já, ég sammála. Ég er búin að hugsa það saman. Þú er bara... Eins og ég var að sé á TikTok, eitthvað svona, I told my boyfriend I cheated on him. Þú veist, eitthvað svona, og þá á sama tíma viðurkenna þeir bara eitthvað svona, oh my god. Þú veist, þetta átti að vera bara svona fyrir myndavel og þá eru þau bara eitthvað, oh my god, I did the same. Það er vond. Það er ríkalegt, sko. Þannig að ekki vera að grínast með eitthvað þannig. Nei. Þannig að fara varlega með það. Allt svona eitthvað hætta saman. En það var samt alveg fínt að því að þá fekk mannskjan að komast að því. Við trúum allt gerist út á ástöðu, þannig að þú veist, þetta var... Þú vilt frekar vita heldur en að það er ekki gert þetta og mannskjan hefur bara verið að halda fram með þér í leini ennþá. Einmitt, bara ekki útkoman sem þú byrst við. Nei. En það er líka ljótt að særa bara að því bara. Já. Skilur? Ekki særa. Nei, ekki særa. Svo veit ég líka að mjög algengt djók en mjög óvinsælt djók á 1. apríl er ólétt. Já. Það er svona ótrúlega klassíkt, eitthvað að posta, þú veist, að fríka út makan eða eitthvað, skilur. Já, eða svona mynd á Instagram eða eitthvað þannig. Það er ótrúlega margir sem gera. Já, það er alveg furðulega margir, sko. Já, það er alveg furðulega margir, sko, með að við. Það er alveg skrítið djók, sko. Bieber gerði það. Nei. Jú, Bieber og Hailey gerði það, ég man eitthvað það var í fyrra 2019. What? Já.
og hann fekk svo mikið shame að þetta var bara svona þá kemur alltaf fólk og segir bara svona heyrðu, það eru sumir sem er erfiðleika með þetta og þetta er ekki eitthvað til þess að grínast með Guð það er bara skrítið til að djóka með þetta er það náttúrulega sko þetta er svona, það eru viðkomandi línur þannig að fólk þarf að þú veist fara valega það er að hafa þetta classy sko já, en ég sá hérna 2015 þá var Sam Smith hann var með eitthvað svona smá aprilgab á Twitter veit ekki hvað mér finnst þetta en hann tweetaði sko ég er í raun og veru ekki hommi ég er gagnkynhneigður what? Og bara 35.000 retweetuðu þessu svo var hann bara djók Fyndi áhugavert djók bara tilgangslust einhvern veginn já, ok bara svona ok, þetta er hans húmor svo Tom Felton vinur þinn besti, Draco hérna, hann sem sagt árið 2015 líka þá var hann, lét hann marga úrlinga bara skipa heartbeat en hann sem sagt tilkynnti á Instagram að hann og Harry Potter eða Daniel Radcliffe væri rauninni saman að það? Já Drarry Já oh my god, ég shipaði Draco og Harry feitt sko ég held að þú að segja það í þessum þættir já, 100% ég átti bara Tumblr sem ég var bara dedicated to Draco og mjög mikið Harry Draco já líka 2015 pældi að heyrta þetta þá það er, hvað er ég að gera þá? þá eru alveg í menntaskóla já, það var eiginlega hægt við erum á 3. ári ég heyrti þetta að ég var í grunnskóla við erum góður þar var ég bara hann náði samt mörgum sko og margir sem mistu viti yfir þessu en svo var þetta náttúrulega bara ekki rétt það var 1. apríl oh my god það er líka út af held ég öllum sögunum skilur það er til bara bækur Drarry skilur já, bara fanfictions bara alveg gróft shit sko það er alveg til gróft shit það er til spólur sko það er svoleiðis já, ok þannig að ég skil hann alveg að taka þetta sem joke sko mér finnst þetta joke alveg svolítið fyndið mér finnst ekki það nei, mér finnst ekki það af því að það er allir aðdöfundur búin að búa til þessu mikið úr þessu þá finnst mér alveg fyndið að hann taki það sko mér líka, ég shipa þennan joke já. En hérna líka hann Tom Hardy minn hann, það er alltaf mjög mikið hver er alltaf næsti Bond skilur og hann postaði 2018 á Instagram að hann væri að fara að vera næsti Bond af því það var búið rumored og það var ekki þannig þetta er svo mikið svona pældu þannig að ég verið bara þú getur skapað svo mikið media frenzy skilur, þú getur skapað svo mikla umræði bara út frá þessu, pældi í þessu algjörlega hann bara basically staðfest á þarna það var búið að vera svona ætla hann sé að fara að vera oh my god ekki aðvegt já, mér finnst það vel gert sko þetta er alveg fyndið ég er spennt að sjá hvað stjörnum ætla að gera í ár heldur að koma eitthvað í ár 100% en hvað getur koma nú óvart þannig að þú veist, það er svo mikið samt sko en maður er svo ógeðslega aware af 1. apríl sem finnst mér en maður kannski gleymir sér í nokkra mínútur já, ég held maður geti gleymt sér óvart í nokkra mínútur en leiður búin aður einu sinni leiður búin að gleyma sér í 10 mínútur einu sinni svo ertu ekki, já, fokk, þá fattar þetta en svo sá ég líka 2019 að Dr. Phil hann þóttist hafa tekið af sér hérna yfirvaraskeggið hann var fótsjópa já, tweetaði bara svona myndi svo og gæst skrítið að sjá hann ekki með yfirvaraskegg þetta er bara svona hans trademark já, no joke þannig að þetta náði alveg að æsa í fólki það var svona eins og Pringles-gæinn var allt í henni ekki með yfirvaraskegg sko eða hinn ég man ekki sem með Family Feud sem lísti líka að Miss Universe eitthvað já, hann heitir hann ekki Steve jú, heitir eitthvað Steve já, ég man ekki hvað hann heitir vera en hérna, þeir eru með svona trademark gera Gigi Hadid, hún gerði 2017 það var bara bústað að mynda sér bara með svona einn stutt hár bara, það var svona strákaklippingu og svona skæri emoji og það var bara joke já, þú veist það var bara gott joke sko já, bara svona fínt joke skilur en þú veist, það sem fyndi með stjörnuna það er náttúrulega alltaf bara með hárkollur og eitthvað þannig að maður kipir sér ekkert upp því allt í einu eða einhver sem stutt hár skilur allt í einu með stutt hár ekki lengur allavega líka þau eru trendsetterar þannig að maður er bara svona já, allt í frí að raka með hausin alltaf þá, þetta er bara nýjasta tískan þá en þetta er alveg svona hæðilegt það var þetta alveg piratið sko já segjum að þú veist alla stelpunar bara vinkunhókurinn og Kylie myndi bara alla systurnar myndi bara taka bara og þú veist raka sér hausin eitthvað skilur og vera bara þetta bara
allir bara hottest, bara myndi bara taka í viku eða eitthvað, svo bara April Fools bara þetta var joke. Já. Og allir var bara að gera það, Það var mjög margir búin að gera, sko. 100%. Það var gróft joke. Ég sá eitthvað tímann á TikTok, það átti einhver svona litla systur sem gerir bara allt eins og hún. Allt svo Kylie? Nei, bara eins og syst sín, skilur. Já. Ég myndi gera allt eins og eldursystir mín Rebecca, bara alltaf leið hún líta sér hárið, leið hún kaup sér eitthvað, það myndi bara alltaf kopja hana og hún djókaði eitthvað, sendi henni snappa og hún var búin að klippa hárið, þetta bara alveg bara svona bobcut, skilur, og það voru með geðið sítt hár og hún gerði það líka og svo kom hún og þá var hún enda með sítt hár og hún tjúlaðist. Já, En pælti svo hvað, ég var eldursystir, ég var bara þú helst, þið fannst þetta flott, skilur. Já. Það var bara smá sick, sko. Þetta er pínu svona, þetta er krútlegt en á sama tíma svona verður samt þú sjálf einhvern veginn. Það er smá gott að lítið systurinn, sko, en samt smá brúðal á stóru systrinni. Já, en ef maður má stríða einhverjum, þá er systkini sín. Já, 100%. Það er eitthvað svona fólk sem getur alltaf fyrirgefur. Já. Eða það þarf að fyrirgefa þér. Maður getur líka verið svo hars við systkini sín, frekar eins og, þú veist, ég myndi verið miklu meira harsi og Rebecca djókum miklu meira harseldur en ég og þú, skilur. Já, að því að líka, sko, þeir eru bound by blood, hún verður að fyrirgefa þér og þú verður að fyrirgefa henni. Við getum verið bara Felicia, bara grínast. Gammalg. En ég sá líka lista frá árinu 2019 hvað íslensk fyrirtæki gerðu og bara svona, þú veist, fyndi, eða þú veist, fyndi. Til og með sæti snúðar, sem selja eitthvað svona kannsnúða. Þau sögðu, herru, við erum komið, við kynnum til leiks nýjan snúð. Ný Íslendingurinn, kanilsnúður með skyr, kremi, hágeða harfiski og hákarla lýsisperlum. Eitthvað fæst í takmörkuðumagni hjá okkur matallhauða. Það er mjög gott. Það er svona, ég hefði alveg trú að harfisk kurli og toppin eða eitthvað, en lýsisperlum er svona, það fór yfir strikið. Svo er það er Siggis skyr, þú veist, eitthvað skyr sem er, þú veist, Siggis, eitthvað annað vörumerki. En það kynnti einmitt á markaði bara pilsuskyr og bara skyr með bita pilsum. Ég gæti alveg trúið líka. Já, bragð sem þið hefur hingað til aðeins streymtum. Oh god. Svo sá ég að Freyja mitt fyrir 2019 kynnti til leiks Bernestýr. Þú veist, alveg svo, þú veist, smartistýrin og það, en það var bara Bernes inn í þessu. Nú langar þetta að smaka það. Í tilefni þess að var 100 sælkerum búið að koma skrifstofu Freyju Kópavogi og næla sér í poka. Oh my god, kom í alvörinu til. Þau sögðu þetta, þannig að þú veist, fólk hefur örugglega mætt. Já, potið, því að er ekki alltaf svona fólk á svona lista hjá svona sælkersfyrirtækjum sem kemur alltaf að smakka. Oh my god, hvað það er 100% einhver hefur ekki fattað að þetta var dagurinn og bara farið. Já, allan daginn, ég myndi gera það. Já, Coca-Cola, sem sagt, sögðu að þau væri komið Coca-Cola Zero Broccoli og sumt fólk var gabba til þess að fara og fá gefins kassa af Coca-Cola Zero Sigur Broccoli Sigur Broccoli Zero Sigur Broccoli, eitthvað. En þú veist, já, það er svona djóki greinilega eitthvað að fá ykkur ég sé fá fólk til þess að mæta með Tesco sem er svona eins og bara supermarkaðar bara í Bretlandi. Þau djókuðu með að það var trampolín allan svona ganginn og getur alltaf hoppað bara niður ganginn og vestlað og nær þetta í allar hillurnar og eitthvað. Og það verður gaman. Já, það er geðveikt. Það er geggjum maturbúð. Exercising á meðast í búðinni. Vá. Það var fokkið fyndið. Já. Trampoline aisles. Það er geðveikt. Já. Dominos í Íslandi, það náði að, þú veist, gera fólk pínu pyrra út í sig. En það tilkynnti að símanúmerið þeirra sem við öll þekkjum, sem er mjög auðvelt, væri lokað frá með deginum í dag, eða frá með þessum degi 1. apríl 2019. Já, menn bara aldrei aftur. Já, þannig að þú verður bara... Ég man eftir þessu. Það? Já. Þú þarf bara að panta netinu. Já. Ég man bara eftir þessu. Brjálaður. Bara meikar ekki sens. Hvernig á ég að kvarta? Já. Hvernig á ég að ringi leigubíl? Ég leigubíl? Já, hefur aldrei rugglast að ringi Dominos og ringi leigubíl. Nei. Ekki? Nei. Oh my god, það gera svo oft, sko. Ég syngi alltaf bara lagið þegar ef eitthvað spyrir, hvað númer er taxi þetta? 5885522. Já, en þetta eru 2 símanúmer sem ég kann bara, þú veist, 5885522 og 5812345. Og stundum bara svona, það mikið átó og þú ætlar að ringi annarkvort. Ég ringi ekki það oft í hvoru þessi númer. En ég ringi eiginlega aldrei í Dominos. Ég panta eiginlega alltaf bara í appi eða... Ég er bara að ringi fyrir okkur oft. Það? Já.
Og hvað fyndi? Ég ætla að hata að hringja. Já. Ég svona típan sem svona einhver hringja fyrir mig, Mér finnst stundum bara eitthvað svona í appinu ég bara eitthvað svona óvart búin að setja bara eitthvað gett mikið hérna megin og ekki hinum megin eitthvað vesen. Já, ég skildi. Þannig ég svona, ég hringi bara og svo ég bara eitthvað í símanum og bara Gunni, hvað vilt þú? Eitthvað. Það þetta mjög þægilegt. Það alveg þægilegt, sko. Já. En, já, þau náðu að syrkja þetta, særa þarna fólk. Mikið. En ég held að það aldrei náðu eitthvað svona almennilega að plata mig, sko. Nei. Ekki heldur. Nei. Ekki April's Fools. Nei. Ætlaði að sé, hvernig ætlaði að sé, þú veist, eins og þú sagðir, að eiga ammali. Það er alveg ömulegt. Já. Samt að það er ekki munur. Heldur ekki? Ég held að sé svona, meira svona, fólk alltaf að bugga þig, skilur svona, þetta er ammali 1. apríl, Já, bara, þetta er djóka. Það sé meira svona þannig. En heldur að sé ekki, þú veist, já, nokkla. Í staðan fyrir þú oft bara á daginn og varst bara, til hamingju ammálið. En svo ertu orðin bara eitthvað 60 og þú ert bara eitthvað svona þegiðu. Já, ég held væri bara þegar ég verið 5 ára væri bara þegiðu, sko. Já, Logan Paul á ammali 1. apríl. Nei. Jú. Veitum hver það er? Það er þarna YouTuberinn, já, bróðir hins Paul. Það er örugglega fullt af fólki sem á ammali 1. apríl. Susan Boyle á ammali 1. apríl. Susan Boyle? Susan var að þarna Britain's Got Talent, söngkona. Já, ok, ég veit ekki hvað þetta er. Nei, hún er svona hún er legend það er annars ekkert margir aðrir sko sem við þekkjum svona sem eru jú þessi, hann Matt Lanter þið þekkja hann að þið sjá myndanum en hann er svona þú veist hann er búin að vera í mörgum bíómyndum eins og hvað þú veist Já, hann er svona aukaleikar í einhverju Já, Roommate, Pitch Perfect 3 eitthvað Vampire Suck og ég er svona spól Beverly Hills 90210 Já Hann ámali 1. apríl What a joke Joke En já, en allt þetta fólk ef pælir í allt þetta fólk fæddist Og það var glad, þegar það ringdi í ættingina bara, einmitt ég var að eignast strák eða eitthvað bara, einmitt bara, right. Góður, eða bara er það 1. apríl? Já Það er sökkað Þannig að mömmur þeirra allra Ég hefði bara ef það gerist fyrir því dagbyrta þá heldur ég þér þá til miðnætti Já, það eru 2 dagar sem ég þarf greinilega að halda í mér á þessu ári eða þú veist, það er þessi dagur og síðan 20. Já sem er ammælisdagur Heilas En en já, við sjáum hvernig þetta fer Já, þetta er áhugavert Hvort hún kom í dag eða ekki Það er umlægt fyrir að glæja ammæli 1. apríl sko. Já, ef ykkur ammæli 1. apríl en endilega Segja okkur hvernig þú veist Senda okkur hvort það sé næs eða hvort það sé bara pirrandi Já, hvernig er það? Já How is it? En annars bara gleðilegan 1. aprílsdag Það er bara komið apríl, bara styrst í sumarið og styrst í baby Gleðilega páska Já, gleðilega páska Er ekki eitthvað svona dagur í dag, skýrdagur eða eitthvað? Jú, það er skýrdagur Er það ekki? Það er skýrdagur, gleðilega páska Fyrir þá sem að trúa páska Já Það er komið mánuður sem Birta, þetta er komið mánuður sem að þú erum að bíða eftir apríl. Þetta er bara þetta mun koma til örugglega með að vera minn uppáhaldsmánuður. Já. Vonandi. Birta, ég efast að þú sért að fara að bíða eftir maí, sko. Nei, þú veist, ég er bara að segja bara frænka mín var sett á sama dag og ég fyrra og hún eignaðist 1. maí. Já. Þú ert ekki frænka þín? Ég er ekki frænka mín. Nei. En guð, þú veist, Sigga sagði að hún kemur í réttum tíma. Sigga Kling nefnilega sagði það, sko. Hún sagði að hún mun ekki láta bíða eftir sér. Þannig að hún kemur örugglega fyrir eða ára sett. Sagði hún það ekki örugglega? Jú, hún sagði það. Hún sagði, ég man eftir því. Örugglega einu sem ég man, sko. Ég man ekki neitt. Einmitt. Það er bara eins gott að hún hafi rétt fyrir sér. Já. En þetta er mánuður sem við erum búin að bíða lengi eftir. Já. En við segjum gleðilegan apríl, gleðilega páska. Og við sjáumst í næsta þetta.